Hérna í þriðja hluta þá eru haldið áfram að fjalla kompásinn, segulstykki og segultruflanir, en þetta er töluvert mikið efni, þannig að það veitur ekki af því að fara dálítið vel í gegnum það. Og hérna á glæruna sjáum við mynd af kompás eins og hann gæti litið út svona, og þarna eru austur, norður, suður og vestur merkt inn á hann, og þá er einnig merkt þarna inn á hann gömlu stríkin sem að notast þar við til þess að hérna sigla eftir í gamla daga, en áður en að gráðukerfi kom þá var farið eftir stríkum og þá var hringnum skipt upp í 32 gráður, og þetta voru svokölluð strik, og svo voru þarna í þessu millistrik og kvartstrik og svoleiðis sem að var farið eftir. Og kompásinn, hann eða kompásskálinn, semst húsið þarna utan um hann, það er úr málblöndu sem að segulmagnast ekki og truflar ekki segulnálarnar. Segulnálar í kompás, það stýra rósinni, þetta er þannig að það er í honum segulnál og rósin, sem sagt, hringurinn hérna með áttunum ofan á, hún er límd á nálina og fylgir nálinni, þannig að þegar skipið snýst að þá til dæmis skipið beygir, þá lítur þetta út eins og öll rósin hún beygir, því að hún vísar alltaf í norður-suður, en skipið er að snúast og húsið utan á kompásinu það snýst með líka. Nú í síðasta hluta þá var þarna minnst á misvísun sem er verslag hér við land og hefur mikil áhrif á kompás, og misvísun hún er eitthvað ákveðið hér í dag, en hún er að fara minnkandi og hún hefur minnkað talsvert mikið á síðastlunum áratugum, og það stafar af því að norður segulskautið það er á hreyfingu, það er að sigla í hring þarna norður frá, og hornið frá okkur séð miðað við segulskautið það er að minnka núna og minnkar eitthvað smávegis á hverju ári, en það voru 5 sekúndur, ég manna ekki alveg til að fara með það, en það er hægt að sjá það inn í kompásrós og sjókortum hversu mikið það er, og það er má nú kannski vísa þarna í sambandi þetta í vídeó sjókorta til að sjá þetta betur. Kompásskálin, hún er fyllt með blönda vínanda og eimuðu vatni, svona 1:2, svo vökvum frjósa ekki frostum. Kompásrósin hún snýst á nál sem er á hörðum málmi og henni skipt niður í 360 gráður og einni í 32 strik sem er þá gamla kerfið sem ég myndist á áðan. Og við förum hérna aðeins betur yfir það hvernig strikin eru sem að kompásnum er skipt niður í. Þá skiptist hvert strik í kvartstrik, hálfstrik og trekvartstrik, og á milli þeirra eru svo millistrik og 11 og 1/4 gráður í hverju striki. Nú í göngukompás þá er oftast gráðuskífa og segulnál sem vísar á skífuna, þar að segja skífan er föst í húsinu utan á kompásinu og segulnálinn hún vísar á hana. Svo er aftur fyrirbrigði sem heitir gírókompás sem er óháður segulsviði jarðar en er háður rafkerfi skipsins og hann sýnir alltaf réttvísandi stefnur. Gírókompásinn er knúinn á rafmagni og þar af leiðandi er hann ekki virkur nema það sé rafmagn á skipinu til þess að halda hann á gangandi. Hann er orðinn lítið notaður á minni skipum og svona nýtísku skipum eins og fiskskipum og svoleiðis, en hann er eitthvað notaður ennþá á fraktskipum og þá var hann einnig notaður í flugvélum.
Svona til þess að viðhalda aðeins þekkingun á gamla strikakerfinu, þá ætla ég að fara yfir það, því að strikin þau hétu öll einhverjum ákveðnum heitum og þessi strik eða þessar stefnur í strikum eru reyndar ennþá notuð, til dæmis ef við hlustum á veðurfregnir og hlustum á það þegar við erum að segja frá vindstefnum, að þá talað að hann sé kannski að norðaustan, norðaustur, austur eða hvernig sem það er, eftir hvernig vindar liggja, en þá eru þessi heiti notuð. Og þarna á myndinu er sýndur svona fjórðungur úr kompásrós og þarna er lengst til vinstri og vísa beint upp er þá norður, og síðan kemur norður að austri sem er þarna 11 kvart tómu gráðastrikið, og svo kemur norður-austur, þetta 22,5 gráða, og svo kemur norðaustur að norðri sem er 33,3 gráða, og svo kemur norðaustur sem er 45 gráður, og norðaustur að austri er 56,1 gráðu, aust-norðaustur er 67,5 gráða, og austur að norðri er svo 78,3 gráða, og svo kemur austur sem er þá 90 gráður. Kerfið er svona uppbyggt á öllum fjórðungum kompásins, þannig að það sem er þá á hinum fjórðungunum það hefur hliðstæð heiti sem að vísa bara til viðkomandi áttar, eins og vesturs, söðurs og þess áttar. Þannig að þetta að fá útskýring á þessu, þetta kemur okkur vonandi á sporið í sambandi við hitt. Ef við förum að fjalla núna nánar segurskekkjur, að þá skulum við skoða það hvað það er sem getur haft skekkjandi áhrif á kompásinn. Það er nú til dæmis nefnt þarna aflvélin í þessu skipi. Hún getur, ef hún er með steyptri blokk, þá getur verið segursvið í henni sem að hefur myndast þegar að blokkin var steypt í upphafi. Talstöðin, það er span í kringum hana sem að orsakar segursvið, og það er ýmsar rafleiðslur í skipinu, útvarp þarna sem að getur líka haft áhrif, og svo náttúrulega skrokkurinn í bátnum. Segulnálir sem er sýnd hægra megin við bátinn, hún er svona tákgræn bara, hún á að tákna það hvar segurskekkjan, hvernig hún er. Það er þá þarna norðurskaut sem að snýr þarna upp fram á bátnum, og suðurskaut er þarna aftur svona. Segulskekkjan er mismunandi eftir hvernig báturinn snýr. Nú, við sjáum þarna bát sem er að sigla svona í norðaustur eiginlega, og kompásrósin vísar þarna í norður, og hérna segulsviðið í bátnum, segulskekkjan sem er þarna, hún er þarna á stjórnborðshlið, og það er þarna suðurlagt og norðurlagt skaut sem er þarna. Nú, seglar eru getir þeirri náttúru að þeir eru með tvennsla skaut, það er plús og mínus, og þegar að tveir seglar koma saman að þá verður svona barátt á milli þeirra, þannig að ósamkynja skautin, þau draga hvort annað að sér, og samkynja skautin ýta hvort öðru frá sér. Þannig að plússkautin þau draga ýta hvort öðru frá sér, og mínusskautin, en svo aftur á móti plússkautin dregur að sér mínusskautið. Og við sjáum kannski næstu glærum hvernig áhrif þetta hefur eftir hvernig bátunum snýr, hvernig segurskekkjan breytist í bátnum. Hérna sést vel hvernig norðurskautið sem er í bátnum, það er farið að draga nálina með sér. Þannig að norður endin á nálinni, hann er farin að vísa aðeins austur fyrir norður. Þarna er komin fram segurskekkja. Og ennþá er svolítið áhrif af segurskekkju þarna. Sjáum hvernig rauða kompáspílan þarna, hún vísar aðeins austur fyrir norður ennþá. Þannig að það er svona skekkja.
skekkjan ennþá virk og þarna norðurskautið í skrokkum á bátnum, það fer að draga að sér þarna suðurskautið í kompásnum. Og þarna norðurskautið í bátnum, það komið þarna á móts við norðurskautið í kompásnum og kompásin orðin þarna réttur á þessu augnabliki, en leið og norðurskautið færist yfir, þá væntanlega breytist kompásnálin og við sjáum það á næstu glæðru hvað gerist þá. Nú þarna segulskekkjan orðin vestlæg. Það sem sagt skautið, þarna norðurskautið í bátnum, það fer að ýta segulnálinni í vesturátt. Áðan þegar við vorum að skoða þetta, þá var segulskekkjan austlæg tíma, svo var hún engin og svo hún orðin vestlæg þarna. Hér sjáum við segulskekkjun aftur og þarna hún talsvert vestlæg og ásennilega eftir að aukast aðeins vegna þess að norðurskautið í bátnum það að nálgast suðurskautið og fer að toga þá meiri í það, þannig að þá fer hann að velta meiri yfir, þannig að þarna segulskekkjan væntanlega aukast. Nú yfir þær skekkjur sem ekki hægt að leiðrétta, til dæmis með því að setja lóð og svoleiðis utan á kompásinn sem að hafa áhrif á hann, að þá verður að skráða niður og búa til svokallaða stýritöflu eða segulskekkjutöflu, og hver og ein segulskekkjutöfla hún svona bara einstök, því að það geta einhver tveir bátar verið með eins töflu, svoleiðis að það á bara hvert skip, hver bátur á sína einstöku töflu og það ekki hægt að fara eftir inn á neinum öðrum bát, vegna þess að segulskekkja getur að öllum líkindum ekki verið eins á tveimur skipum. Það harla óreglegt að það komi fyrir. Hér sjáum við dæmi eina tegund af segulskekkjutöflu þar sem að hefur verið búið til svona línuritt út úr mælingunni og við sjáum þarna á ásnum, ásatnir sem að liggja þarna lárétt, það eru þá gráðnar í hringnum og svo aftur á móti ásatnir sem liggja lóðrétt, það þá skekkjan í gráðum. Og þarna í hánorður þá byrjar skekkjan í 4 gráðum og síðan fer hún þarna minnkandi og þegar við erum komin upp á 45 gráður þá hún svona svo til engin og svo eykst hún, verður austlæg og verður þarna alveg upp í 6 gráður í austur, svo fer hún aftur minnkandi og þarna í 225 gráðum þá hún orðin engin og svo verður hún aftur vestlæg og verður þarna vestlæg alveg þangað til við komin upp í 315 gráður og þá hún orðin 6 gráður og síðan þarna í 360 gráðunum þar lokast hringunum, þá þetta aftur komið niður í 4 gráður sem eðlilegt þarna hringunum lokað. Hér aftur önnur tegundatöflu sem að segir svona nokkurn veginn það sama og hinn, og þetta taflan sem að í verkefnaheftunum sem að notað þessu námskeiði. Og þarna sjáum við til dæmis að við förum eftir segulstefnu dálknum, að þá hún svolítið mismunandi og þarna til dæmis á 0 gráðunum hún í 1 gráðu í austur og svo hún þarna á 10 gráðum hún 2 gráður og svo framvegis og til að koma upp í 90 gráður þá engin segulskekkja og það ekki aftur segulskekkja fyrir að koma upp í 190 gráður. Þá fyrir að verða 1 í vestur og 202 í vestur og 3 í vestur og 4 í vestur og svona heldur þetta fram. Þá til að koma upp í 350 gráðum þá komin aftur í 0. Síðan dálkurinn sem þarna lengst til hægri, hann sýnir svona hvað við ættum að stýra til þess að rétta af skipið, þannig að við þurfum þá ekki að vera með einhverju útreikninga, við getum bara að séð hvað þetta hvort við þurfum að stýra norðar eða vestar til þess að vinna upp þessa segulskekkju sem í kompásnum, til þess að
gera hana sem virknin af henni sem minnsta. Segultruflanir, það eru fyrirbrigði sem að við verðum varið við hér við land, og þetta kort mitt sýnir hvernig þær eru. Þetta virkar þannig að það verða truflanir á kompás sem siglt yfir þetta svæði sem merkt með rauðu þarna inn á kortið. Þetta eitthvað segulmagna grjót sem á hafsbotninum, og krafturinn í því slíkur að þetta getur hreyft eilítið við kompásum í bátum. Á sjókortum, eins og kemur vendarlega fram á vídeóunum lestu sjókorta, þá eru þessi svæði merkt inn á sjókortin, og þetta svona að sjá svona merki fyrir þetta. Það svona eins og rauður kóktappi á hvolfi, og innan í hann skrifað pluss mínus. Það merki fyrir segultruflanir. Nú við sjáum þarna svona víðsvegar að það eru svæði hérna sem eru dálítið mikið truflanir, og þarna sjáum við til dæmis í kringum Vestmannaeyjar töluvert, og svo hérna í kringum Reykjanesið, og hérna út á Faxaflóanum, þarna fyrir utan Reykjavík og Akranes og þar. Svo þarna út af Snæfellsnesinu, Vestfjörðunum, og svo þarna á nokkrum stöðum fyrir norðan, og svo þarna á milli fyrir austan og milli Gerpis og Hornafjarðar töluvert virkt svæði. Það ágætt að vera meðvitaður þessi svæði, að maður skyldi vera að sigla eftir kompás, og að hérna láta það þá hafa þetta í huga þegar maður er að sigla á þessum svæðum, svoleiðis að það komi mann ekki óvart að kompásin breytir sér eitthvað, en það getur sést að hann breytir sér þegar maður er að fara yfir þessi svæði. Í mörgum skipum svo kallaða stýrisvísir. Þetta mælir sem staðsettur í skipinu og sýnir hvernig stefnan á stýrinu, og þarna getum við séð til dæmis á þessum stýrisvísi frá allavega 3 áttum hvernig stýrið staðsett, og þarna vísirinn á 0 sem að segir það að stýrið sé þá miðskips núna og allt í lagi, en svo til dæmis að við erum að sigla svona í drift eða einhverjum truflunum, hörðum ströymi, svona, þá getur verið að við þurfum að stýra, beygja út í annað borðið til þess að halda þeirri stefnu sem við ætluðum okkur að halda, og þá kannski 5 gráður, getum við þetta að leggja á stýrið 5 gráður til þess að halda þarna 0 gráðu stefnu, beinni stefnu áfram, og hérna þá getum við svona séð þessum vísir hvernig stýrið staðsett þegar við verum að nota það, í hvaða stöðu það